aðeins hvernig mín lausn á hópverkefnum 2 virkar, en bara til þess að sjá aðeins kannski hvernig einhverjum svona interaktionir sem erfitt að lesa úr texta eru. Þið getið túlkað bara þennan texta sem svona klassískt eitthvað skjal frá erfiðum kúnna sem ég, en það er ekkert tiltekið nákvæmlega hvernig hlutirnir eiga að virka þarna milli, og það er svona vissuleyti viljandi og vissuleyti bara að það er erfitt að setja það niður og skilgreina það nákvæmlega. En mín lausn keyrir hérna á móti sýnlaust 1, þannig fyrir hérna sýnlaust 1, keyrir hérna upp á porti 8000 og fyrir svo sýnlaust hérna, starta þessu. Sjáum hvað setur. Þannig að þá kemur hún upp hérna og þetta eru skjáskotin bara tekin úr þessu hérna og við getum leitað hérna að einhverjari science. Okay. Það er einhverjar bækur hérna sem að fjalla science, ekki það margar, og við getum skoðað þær. Hér er einhver böggur, og það er alltaf böggur, geðveikt léleg lausn, en svona er þetta bara. Og ég get skráð mig hérna sem eitthvað, Óli. Wow, sá passwordið mitt. Það er already registered, þú veist, þetta er svona verandi einn að gera þetta á svona öðru, þá er þetta ekkert kannski, þetta er ekki besta lausnin, en þetta er allavega lausnin mín. Og hún er svona, nú getum við skráð okkur inn hérna. Það verður í raun tekið það er ekki mjög gróft tekið á svona einhverjum svona útlitsnúansum sem er í raun hægt að túlka sem svona minniháttar bugga sem er í raun bara, þú veist, það tekur bara rosalega langan tíma að gera svona UI polished. Það er ofta eitthvað sem maður vanmetur, en nú erum við aðalega að æfa okkur í því að setja eitthvað svona eitthvað tengja og láta það virka og þá ætla að vita hvað vantar og hvað er ekki í lagi. Þannig að nú getum við farið hérna og það eru einhverjir aðrir notendur, rosalega fjölbreyttir og áhugaverðir notendur. Hvað ætli þeir hafi verið að lesa? Og hér getum við farið og skoða bækur og breytt bók og hérna til dæmis fór ég ekki í það að þýða öll villuskilaboðin sem er svona eitthvað fæn, þetta er svolítið lélegt, en þú veist, þetta höfundur er ekki krafist. Hérna þetta þarf að vera á þessu formi hérna og mér var bent á að það var buggur í því að gögnin sem ég setti inn voru með vitlaus ISBN 10 númer. Og þá var ástæðan svo að mörg ISBN númer, og kannski þau sem ég var ekki að skoða aðalega, eru þess að prefix sem er 0. Og forritið sem ég notaði sem var eitthvað CSVAF load, sem var einhver pakki sem ég sótti að NPM, þetta skoðaðis betur, en hann sem sagt skoðar og segir hérna, hei, 045 eitthvað, þetta lítur út eins og tala, ég ætla að passa þetta sem tölu, sem droppar það 0-inu, sem ég þá insertaði inn í töfluna. Og þetta er eitthvað sem ég ætti að vita betur, því að þetta er margoft gestur í að vera að vinna með kennitölur, því að íslenska kennitölur eru náttúrulega lítið út eins og tölur, og ef þið eruð að vinna með rosalega mikið af kennitölum, þá lendið í því að það er kötta 0-ið af, til dæmis að það er að vera að vinna með marga nemendur og svona. En allavega, ég er búinn að laga það í sýnlausninni, en þið myndist að þurfa að fara inn í raun og ég droppaði ekki gagngrunninum mínum, þannig að þetta er þekktur buggur. Sama hérna með constraint á því hvenær eitthvað útgefið, það er ekki, þú veist, þannig að þetta er í raun bara einhver hámarkslengd á þessum dálk, en þetta var eitthvað hérna 1984, upprópunarmerki, gamansaga. Og hérna, þú veist, það mætti breyta þessu, þú veist, gera þetta meira dýnamískt, en hérna, ég reyndi að fara svona stystu leiðina að því hvað var hægt að gera og nota Redux í raun til þess að uppfæra þetta hér, nafni hérna, þetta uppfærist strax, og svo skráningabók hérna og skráning á lestri, þið fara á að skoða þær bækur sem eru hérna einhvers staðar.
löng bók. Og hér í raun gætu þið farið eitthvað meira ég, en þið þurfið þess ekki og breytingin sem ég gerði á kröfunum, þið þurfum alltaf ekki að breyta lausninni ef þið voru með þetta hinsegin, að þið sjáuð í raun að ég hafi lesið þessa bók hér, en bara það passa svo illa við vefþjónustuskilin og ég fór að reyna að laga þetta, en það bara var ekki þess virði, þannig að þá höfum við það bara þannig að þetta kemur fram hér og hér get ég eytt þessum lestri. Og já, þetta náttúrulega, einhver var að prófa eitthvað hér. En eins og með svona mörg verkefni þá lítur þetta kannski ekkert svakalega stórt út, sé svona, en þetta náttúrulega heilmikil vinna, hérna bakur, og þetta að flóa þessi hérna. Spurning? Bara þessari einu. Þannig ef ég ekki að eyða þessu öllum, ég fer hérna og ég les þessa bók oft. Ég elska mjög mikið Game of Thrones, ég ætla að lesa hana oft. Já, ég ætla alltaf að gera 5. Ok, ég ætla bara að lesa hana 2 svar. Þá er hún hér og þá get ég eytt hana svona og svo þessu hérna. Þannig að þetta eru komponentar sem eru í raun að leyfa að láta eyða sér. Já. En svo bara ef það eru einhverju fleiri spurningar það hvernig þetta á að haga sér og svona, þá hafið allavega smá svona reference hér, en hérna einbeitt ykkur að því að vera að setja upp þannig að þessi virkni setji staðar. Og útlitið svona ætti að vera í seinasta sæti. Já, það er aðallega því að ég reyndi að tróða þessu allir inn í hausinn, en þá var þetta bara orðið svo cluttered og þá þurfti ég að fara að gera enn meira, eitthvað, flexa þetta til þess að, þannig að það já, það eru þessir, þú veist, það er þetta að geta leitað og skoða lista og skoða paging hérna af þessum bókum. Þá er mínus að ef þið finnir ekki hvað þú líkar inn á, en ef þetta virkni ekki slags og slókar, skilur við. Já, svo þetta með hérna uppi. Já. Þú veist, ef þið setjið hérna, þegar ég er búinn að logga mig inn, ýttu hér til þess að breyta, þá er það líka fínt. Þú veist, það er bara þess að þetta komast í virknina og þetta er svona að vissu leyti, svona UI-ið er svona leiðbeinandi en ekki eitthvað sem er 100% krafa að þið fylgir nákvæmlega eftir. Það er ekki, við tókum það allt í VF41, alltaf það vesen sko, en hérna er bara verið að fókusa á það að ná upp virkninni og ná að tengja og ná að vinna með gögnin og sjá hvernig það er að því að þó að þetta sé ekki það stórt, þá er verið að tækla eiginlega svona 80% af verkefnum sem maður er að gera yfirleitt þegar maður er að búa til svona stærri forrit.